Herri, þá erum við live. Góðan daginn. Herri, þá er komið tími til að byrja svona alvöru á kjarnamálsinn sem er SQL. Það er kannski að láta ykkur vita fyrst að ég setti sem sagt lausnahefti á vefinn. Þannig að þetta eru all verkefni úr bókinni sem eru með skrýtnum tölum, eða þannig, odd-numbered. Og ég set svona í assignments að þá er ég oft með lista yfir dæmi sem er gott að fara í gegnum ef þið viljið æfa ykkur, og flest þeirra eru sem með ójöfnum tölum, oddatölum. Svo set ég líka svona fyrir þá sem vilja sjá hvað þetta heitir á íslensku sem það er að lesa, þá er sem hver gamall orðalistin sem ég fann sem ætti að vera með mesta hugtökunum á íslensku. Það er sérstaklega fyrir Gylfa, svo hann geti vita hvað það er eiginlega að tala um. Nú vinnutímaverkefnin á morgun, þá er þið bara að taka grunninn sem við ætlum síðan að vinna með í verkefni 1 og búa til fyrirspurnir á ykkar eigin vegum. Muniði að það fari mjög einfaldlega yfir, þannig að verið slakið alveg kattslök, eða ná ekki klára einhverja fyrirspurnir, það bara skiljið þið samt. Og já, þannig að bara nota til leiks og nota þetta til að kynnast, nota assignmentsins til að kynnast grunninu sem farið síðan að vinna með. Þannig að skoða hvaða gögn eru í töflunum, hvað þýða þessi met og svona, þannig að reyna að kynna ykkur grunninn. Nú, verkefni 1 er opið, sem lýsingin er á vefnum og þetta er sami grunnur. Þið hafið þá tækifæri til þess að þetta að lesa það núna, þannig að þið getið aðeins spurt M-tímakennarana á morgun ef þið hafið einhverjar spurningar. Eða þið getur komið til mín eftir fyrirlestra, svo er þetta pjatsa. Og síðan opnum við semst assignment 3 á föstudag sem er töflu algebra og töflu reikningur. Og heyrið þið úff út í sal, ég veit ekki hvort það tengdast þessu eitthvað. En þetta er ekkert sérlega hættulegt, þetta er alltaf í lagi, við ljúgum. En þannig að fara svona í grunnina SQL núna, fara síðan aðeins í töflu algebruna og töflu reikningin og svo förum við út í flóknari SQL fyrirspurnir. Og ástæðan fyrir að gera þessari röð er svo að sumt af þeim fyrirspurnum sem eru ferlega flóknar í SQL hafa mjög ákveðna samsvörun í algebrunni. Þannig að þegar við erum búin að skilja algebrunni þá verður SQL miklu einfaldara. Þannig að, þannig er planið. Er einhverjar spurningar svona upphafi dags? Ok, þá skulum við bara hella okkur í þetta. Það er nóg, sem sagt, ætlum að tala sem select blokkina sem er svona kjarnin í SQL fyrirspurninni, select from where. Byrjum á að tala að velja upp á einni töflu, svo fyrir að tala að velja upp úr mörgum töflum og svo hvernig maður getur safnað sama gögna, samsöfn, aggregation, reiknað meðaltal, fundið minnstu tölur og svo framvegis. Rétt áður en að vindum okkur í það, ég ætla að reyna að komast í gegnum glærupakkan núna, tala grunnhugtökin, svo á miðvikudags morgun þá myndum við bara taka eða reyna, ef það er eitthvað eftir þá klárum við það, annars bara að fara í að búa til svolítið flóknar fyrirspurnir. Bara að rúlla í gegnum það hvernig maður byggir upp fyrirspurnir og svo í seinni tímanum á miðvikudaginn að þá verður gestafyrirlestur tónlistagagnagrunninn. Og það er þá meira svona yfir í aðra tegundir af gögnum. Þetta er austurríkismaður sem kynntist á ráðstefnu og hafði mikinn á að koma þannig að við bara drífa sig og hann ætlar að vera með gestafyrirlestur hjá okkur, bara svona almennt munina, eða svona hvað tónlistagagnagrunnar eru, hvernig þeir virka, hverju getur leitað á svo framvegis. Hann verður líka með opinn fyrirlestur klukkan 3 á morgun í A102 næstu stofu. Það verður svona meira hvað þeir hafa verið að gera í rannsóknum þarna, en eftir hvort það gerir mjög áhugavert. Og það verður svona á ensku, nema hann skilji tala þýsku, ég von ekki. Ok. Það er hvernig ykkur til að mæta og hlusta á hann Markus. Þetta er svona grunnformið af SQL fyrirspurn. Við erum alltaf búin að sjá slatta fyrirspurn nú þegar, sem við erum búin að gera í síðustu viku. Það sem að maður segir select og einhverjir dálkar eða eitthvað sem maður reiknar út úr einhverjum töflum og svo er einhverjum verskilyrði. Þetta er svona kjarnin í þessu.
Nú ætlum að nota hérna sama grunn og áður bara í dag. Ég notaði semst dæmi sem eru á glærunum að þær eru úr svona instans sem að hérna er ekki vel skilgreindur, en ef við förum að nota tölvuna eftir að þá sem sagt notum við bara aftur úr hérna assignment 1 grunninn. Þá getið þið leikið ykkur með hann. Í SQL getur maður spurt hluti eins og hérna hvaða kaffitegundir eru framleiddar af einhverjum ákveðnum framleiðanda. Og það sem við viljum fá út úr þessari fyrirspurn er nafn á kaffetegundum, ekki satt. Þannig að þá segjum við select nei. Byrjum að hugsa hvað er það sem ég vil sjá. Síðan þarf maður að hugsa í hvaða töflu eru þau gögn, og svo þarf maður að hugsa er einhver skilyrði sem við setja á gögn. Eða þið getið tekið hinn í rauninni sagt, byrjum á select, tökum svo where, og svo hugsaum við hvað töflu þurfum við. Það er að segja, við ætlum að hérna, við ætlum að finna what coffees, það er name, made by Ottolina, það er manufacturer. Það vill svo vel til hins vegar að þessar upplýsingar eru báðir í sömu töflunni, ekki satt. Þannig að þá þurfum við bara þessa einu töflu. Og þetta sem skilar okkur þá nýrri töflu, og það er svolítið mikilvægt að átta sig á því að það sem kemur út úr þessu er tafla. Þessi tafla hefur einn dálk sem er þessi dálkur name og inniheldur raunverulega eina færslu fyrir hvert kaffi sem að þessi framleiðandi býr til. Klárt. Þannig að þið getið hérna hugsað þetta svona merkinguna að þið erum einhverja töflu sem er í framklausinni, þið búið til einhver svona hérna, þið rúllið í gegnum hana og fyrir hverja færslu að þá tékkið á þessu where skilyrði og þegar þið búin að því að finna færslu sem að uppfyllir where skilyrðið að þá farið þið í select klausuna og finnið hvaða dálka þess að birta og sýnið þá. Og við minnst á þetta áður að SQL notar sem sagt ekki mengja hugtakið heldur hérna baki, ég veit ekki hvað kallið baki á íslensku. Það er að kalla póki bara í stærðfræðinni. Það er eitthvað stærðfræðinar. Það er ekki, þeir getur verið með eitthvað allt annað. En við myndum kalla þetta póka, já, en ég veit ekki alveg hvað stærðfræðingar myndu segja, sko. Þetta er hérna, það geta sem sagt verið tvítekningar í bak, en ekki mikið. Þannig að default í SQL er að fjarlægja ekki tvítekningar. Nú, undir niðri, ef þið gerir einhver svona einfalda fyrirspurn, þá er einfalt að hugsa það að þetta er bara eins og, þetta er bara forritun, þetta er bara where loopa, ekki satt, eða for loopa. Þið byrjið bara á byrjunni og þið rúllið í gegnum töfluna, svona, og fyrir hverja færslu að þá athugið þið þetta skilyrði og ef að skilyrðið skilar true, að þá skrifið út. Sjáðu ekki fyrir ykkur hvernig myndi forrita þetta? Þeir eru bara sama á að þeir eru með einhverja textaskrá, þeir eru að lúpa í gegn og lesa hverja línu, athuga eitthvað hérna og svo framvegis. Það er bara grepp fyrir þá sem að vita hvað það er. Nú, við erum búin að fara í gegnum þetta líka, en það er ágætt að hafa þetta einhvers staðar, sem sagt, ef við segið stjarna, þá fáið alla dálka, ef þið teljið dálkana, þá fáið þá. Þið getið breytt nafninu á dálkunum með as-skipunni og sem að getur verið hagstætt og maður notar það kannski svona sérstaklega ef maður er að reikna eitthvað. Það er að segja að dálkurinn hefur ekki svona náttúrulegt heiti. Eins og hérna úr selstöflunni að þá viljum við fá hérna kaffihús, kaffi og svo ætlum við að reikna verðið í einhverju annari mynd. Verðið er í íslenskum krónum og ætlum að reikna það í jenum. Þannig að þetta er svona bara hugbúnaðargerðar hérna, tól, það er að segja hvernig getur maður endurskýrt þetta. Og þið getið haft hérna fasta, eins og í þessari fyrirspurn þá ætla að velja annars vegar hérna nafn á drinkar og svo ætla að setja bara orðin líkar fortissima í dálk. Og ef þið myndu gera þessa fyrirspurn þá myndu þið bara fá töflu sem lítur svona út. Ekkert var gálegt. Það er sem tækt, maður getur að blanda föstum við ef maður vill.
Hérna, horfið aðeins á þessar tvær fyrirspurnir, select one as query from coffees og síðan bara select one as query. Ef við tökum þessa fyrstu, hverju finnst ykkur að þessi fyrirspurn ætti að skila? Töflu fullt af ásum sem eru jafnmargar raðir eins og í kaffís. Er þið sammála því? Það er alveg rétt, sko. Það er það sem gerist. Raunverulega, ef við hugsaðum hvernig við lýstum fyrirspurn á það, þá búum við til breytu sem að fer í gegnum allar raðir í töflunni. Og fyrir hverja röð, þá er aðtúr verskilyrði, er eitthvað verskilyrði? Nei, þá uppfyllir færslan verskilyrði og síðan birtum við það sem er í select listan, sem að er bara tala einn. Þannig myndum við bara rúlla í gegnum hann og birta bara einn. Seinni fyrirspurn, hverju ætti hún að skila? Er bannað að hvernig veit ég einn er konstant ekki, sko, til þess að þetta gengi upp sem töflu dálkheiti þá þyrfti að vera til dálkur sem heitir einn og ég, sennilega er það bannað en ég maður ekki, ég held að já ef ég vildi birta sem sagt select A að þá myndi ég þurfa að gera svona til þess að gengi upp sem er strengur annað, já í efra eru jafnmargar raðir eins og coffees og jafnmargar raðir eins og query. Það er raunverulega eins og coffees vegna þess að query er raunverulega bara nafn. Það sem múndi fá út úr þessu væri query og svo bara einn. Þannig að query er raunverulega bara að þú ert að endurskýra dálkinn einn sem inniheldur einn sem query. Ég heyrði svararna við seinni fyrirspurninni sem bara einn. Það ætti raunverulega bara að koma einn út úr þessu og náttúrulega þetta er semst rétt svar, sko. Sjálfum finnst mér þetta ekkert ógurlega lógískt af því að það er engin tafla gefin og ef það er engin tafla gefin að þá er engar raðir til að fara í gegnum. Þannig að en þetta er semst rétt að það kemur svona. Og við notum þetta semst í assignment og svoleiðis að þá stingum við svona fyrirspurnum alltaf inn á milli til þess að annoteta hérna úttækið. Er einhver mæðusköld hverju sem myndi kvarta? Það getur verið, sko, en ég held að þetta sé löglegur SQL syntax samt, sko. Þannig að en það sem að þetta sem sagt þarna eru þau rauninni bara að velja fasta úr einhverju og þannig að þess vegna kemur bara eitt. Já. Þú bara velja töflu, já, akkurat, velja þennan fasta bara úr hérna eþernum einhvern veginn. Ja. Ok. Herðu, þá með ég taka upp tölvur. Og hérna, ef þið eru ekki með databaseinu úr assignment 1 keyrandi þá getið hent honum inn. Og svo að skrifa fyrirspurn. Hérna, það er sem þannig að te og kaffi HR er með þannig að þau kaupir 2 kaffi af sömu tegund og þá fáið þið 50% afslátt af seinna kaffinu og við viljum fá að vita hvað kosta þá 2 kaffi, nei, hvernig segir maður þetta? 2 kaff. Er það hérna opinbera svona fyrirgeðu. Já, lausnin á hann er á netinu á MySchool undir hérna bara undir annað efni og þar er sem sagt fyrirspurna til að keyra hann upp. Þannig að þið getið sótt að þar ef að ég gef ykkur 2-3 mínútur til að koma nú live, ég þarf að gera það líka.
Já. Svona. Já, ætlum semst að eitthvað komið með þetta? Réttu bönd? Já, grunnur undir annað efni. Þetta vera hérna solution to assignment 1 eða example solution. Já. Ok. Sko, ef við hugsum hvaða upplýsingar vantar, okkur vantar nafnið á kaffinu eða ekki, og okkur vantar verðið á því, og svo kaffihúsi sem er það sem er selt. Og vill svo vel til í þessari hönnun þá höfum við þetta allt í einni töflu. Select coffee from, já. Where, já, svo þurfum við, já, við þurfum eitthvað að gera með price eða ekki. Sinnum 1,5. Já, price of 2. Þarf ekki neitt where. Er þetta í boði allstaðar? Eða er þetta boðið einhverjum ákveðnum stað? Þetta er boðið bara á te og kaffi HR, þannig að þá er það coffee house equals to te og kaffi HR. Nú þurftum maður að geta hérna kópera þetta og peistað yfir í sýndavélina sína. Ef þið getið leyst það, þá fáið þið bara doktorsgráðu. Select coffee price sinnum 1.5 as price of 2 from cells where. Það var spurður hérna hvort það var einhver hægt að benda einhvern stíl svona eða style manual, og sjálfur sér eiginlega vil ég forðast það, þannig að þið finnir bara svona ykkar stíl og kannski geti prófað að þróa hana áfram, en það er bara að vera aðallega svona snýstilegt. Við vorum með where coffee house er sama sem te og kaffi HR. Prófa það. Get ég stakka þetta? Já, ég get það. Þetta ekki verið svona viðræðanlegt. Jó, góð hugmynd. Já, svona. Er ekki allir konur með grunninn í gang? Ekki? Þá getum við haldið áfram. En þetta er svona, það er ágætt að hugsa þetta þannig að byrja á að hugsa ok, lesa lýsinguna og hvað ætlaði að birta.
for each coffee sold there, show the price of 2 coffees. Það reyndar stendur ekki að við eigum að birta nafnið, en ef við birtum ekki nafnið þá erum við svona aðeins að það vantar okkur kannski smá upplýsingar. Og svo, þannig að þetta select, svo sem einhverjar takmarkanir, eins og hérna, te og kaffi HR, það fyrir þá við þetta. Og síðan þá erum við komið með dálka, við erum komið með coffee house, coffee price, og þá getum við farið í skemað og skoðað, finnum við þetta í einni töflu eða þurfum við að tengja saman fleiri töflur. Tölum eftir hvernig við tengjum saman fleiri töflur þegar upplýsingarnir eru ekki allar í sömu töflum. Einhver spurning? Þá er næsta spurning, næsta fyrirspurn. Það hérna kaffidrykkjumaður sem fær kaffínsjokk og líður út. Þá ætlum að komast að hvernig við getum hringt heim til hans. Og nöfnin er náttúrulega valin að miklu handahófi hérna, þess að sjáu þið. Og nú þurfum við svona hvaða gögn þarf ég að birta, hver skilyrði, í hvaða töflu eru þau gögn. Leyfðu hérna, fyrir ekki að leyfðu hérna aðeins að klára, svo komdu svo eftir svona hálfa mínútu. Þetta er formið, select from where. Og þegar ég skrifa, þá skrifa þetta uppercase, en það er að því ég er fljótari að skrifa uppercase, nei, það er ekki fljótari. Það er læsilegra þegar ég skrifa uppercase heldur en þegar ég skrifa lowercase. Þetta er svona illri nauðsyn. Hvað segir þið? Já. Ok, svo select home phone. Gerum við að fyrir til home phone, þannig að þetta fer hérna select phone. Og nú vitum við hvað einstaklingur þetta er, þannig að við þurfum ekki sérstaklega merkja, við þurfum ekki að birta nafnið af því að við vitum hvað það er. Við ætlum bara að ná í símanúmerið. Where name, sama sem, byrjum á þessu, Yngvi. Og síðan getum við farið og matsa þetta, okkur vantar phone og okkur vantar name og það vill svo vel til að þetta er allt hérna. Þannig að þá getum við bara sagt drinkers. Vissir ekki Yngvi-bygging í Hafnarfirði? Nei. Já. 555 í Hafnarfirði. Já, ég held að Yngvi búi ekki í Hafnarfirði. Phone from það er kannski bara rétt. Já, ef við vissum bara hérna Yngvi, við komum að því eftir en við skulum bara að redda því núna, þá segjum við name like Yngvi og svo má koma hvað sem þar eftir, nema Vafi. Þetta ætti að skilja okkur. Ætti að skilja okkur númerinn hans. Það er semst like, og svo er endar Postgres með regular expressions líka sem hægt að gera ennþá flóknari hluti. En SQL með svona frekar einfaldan variant af því. En skulum við hérna þetta er svona svona gerði ég stafsendingavillu. Haha. Ok, það er semst eru smá íslensku vandamál hérna. Sjáum hvort við getum. Nei. Já. Svona. Yes, ok. Það erum búin að laga hérna íslensku vandræðina, þá virkar þetta. Ég spurði það hérna áðan, hvernig getur maður vita hvaða töflur eru í gagnagrunnum? Ef þið sjáu grunn sem enginn hefur séð, eða þar sem þið hafið ekki séð áður, væntanlega hefur einhver síðan einhvern tíma. Select stjarna from information
schema.tables ætti að duga. Það til tabla sem heitir information schema tables og hún inniheldur upplýsingar allar töflur í grunnum. Svo getið þið sagt hérna where information schema svona eiginlega eins og notandi og sá notandi á fullt af töflum, ein þeirra heitir tables og inn í þeirri töflu eru upplýsingar allar töflur í gagnagrunninum. Hér að getið sagt til dæmis where table schema public og þá held ég að þið eigið að fá hérna allar töflunar ykkar, sem eru aðgengilegar, það ekki kerfistöflur. Og svo einhvers staðar sagt hver eigandinn á töflunum og svo framvegis, þannig að þið getið hérna leikið ykkur svolítið með þetta. Og það sem þannig í töflugagngrunnum að allar upplýsingar grunninn eru geymdar í einhverju töflu. Það eru töflur hvaða indexar eru til, það eru hvaða primary key eru til, hvaða dálkar eru í hverju töflu og svo framvegis. Það allt geymt í töflu. Þannig að þegar þið eru þannig að það eiginlega sami kóði sem notaður við að finna upplýsingarnar fyrirspurninni ykkar eins og notað til þess að athuga hvaða hérna töflur eru til í grunninn. En ef þið googlið bara Postgres show all tables, þá myndið þið fá eitthvað eins og þetta og getið notað það til að kíkja. Ok, þetta voru svona einfaldar fyrirspurnir. Nú, í where-klausinni þá getið alveg haft svolítið flóknari fyrirspurnir, eða flóknari skilyrði. Við erum hingað til bara búin að nota sama sem. Þið getur þetta verið með, þetta hérna ekki jafnt og, minni en, stærri en og svo framvegis. Þið getið sett saman, þið getið hérna sagt þar sem að nafnið þetta og adressun eins og eitthvað annað og svo framvegis. Þið getið hérna verið með neitun og það raunverulega bara svona sett upp flókin skilyrði. Eins og hérna að skoða verð á einhverju ákveðnu kaffi og einhverju ákveðnu kaffihúsi. Bara skilyrði og svo and. Og svo þetta sem var spurt áðan með svona mynstur. Við höfum semst like eða not like og svona default í SQL frekar einfalt að þið getið sett prósentu fyrir hvað sem og hérna undirstrik fyrir einhvern karakter. Þannig að hérna, ef við til dæmis í kennitölu ætlaði að finna einhvern sem fæddur ákveðnu ári, að þá getum við sagt, segjum eitthvað eins og svona. Eða 1967 þá þetta vera 9 til að vera fullgilt. Þannig getið nota like með einhverju svona pattern. Það verður 4 stafir, svo kemur árið, svo verður 3 stafir, svo kemur öldin. En þið hafið notað hérna regular expressions eða ekki, einhvern slatta. Postgres styður það og hérna þið bara googlið það ef þið viljið fá, það náttúrulega miklu meira expressive. Það hægt að gera miklu flóknari hluti með regular expressions heldur en þessu. En á móti kemur að þetta hérna sem sagt standard, þetta portable. Þannig að þið vil gera hluti eins og að finna kaffihús sem hús númer 1, að þá getið þið hérna sett where address eins og bara einhver prósta og svo endar það 1. Er þetta rétt hjá mér? Er ekki buggur í þessu? Skila líka hús númer 11. Og það sem að þetta væri bil, ekki underscore. Svona. Sko. Ok. Finnið þið hérna, það merkilegt hvað allir að líða út af hérna, þess að maður þoli ekki kaffi. Hafið ekki heyrt, það einhver sem sagði að vísindamenn eru stöðuvélar sem breyta kaffi í rannsóknargreinar. Ég sé Lúka sem oft með þetta. Og þannig að getið náttúrulega copy-pastað frá hérna síðustu fyrirspurn.
Og eina sem að þarf að muna þarna að því þetta last name, þá það einhvern veginn svona. Ok, aðeins flóknari variantur. Það einhver sem að man eftir kaffihúsi sem seldi eitthvað kaffi sem kallast, já, veitu, ég ætla hérna að, þetta svona, það ekki allan þetta, já. Ef ég ætla að leita að próstumörkinu, það alveg svakalega góð spurning, en ég hef grunn að sé annarkost lastprósent eða prósentprósent. SQL svo gamalt að það gæti verið prósentprósent, en þú ekki alveg að fullyrða það, sko. Hvað ætlar að leita prósentprósent? Þá myndir ég að leita prósent. Ef það virkar þannig. Ég bara maður, getur þú tekkað það, Gylfi? Það getur svo bara að skoða. Insert into drinkers values x addressan procent og hvað sé að síminn svona einhvern veginn. Nýr notandi sem hefur prósent, ok. Select. Veljum bara alla dálkana til að sjá hvað hérna. Where name, where address. Like. Slash. Nei. Svona. Svona. Ég ætla að virkar. Hvað gerist ef við gerum prósent. Það sem fyrir að væri þá. Það skilar öllu. Já, ok. Já, það meikar rétt. Prósent meikar ekki sens. /% underscore. Svona. Það virkar líka. En ok, þá /%, sorry. Komið. Underscore raunverulega bara einn stafur. Og hérna, en sem þegar við ætlum að leita að próst og þá ef við myndum hérna búum til nýjan notanda sem heitir Upsilon og hefur adressuna %_ ætla að finna það að þá já, en ætla að finna alveg nákvæmlega þá getum við líka gert svona til að leita því væntanlega. Heyri, þetta var svona smá út út úr en góð spurning. Fleiri spurningar? Heyri, ok, þá förum við hérna aðeins flóknari fyrirspurn. Við erum að glæra 28. Það einhver sem að var að kaffihúsi sem var æðislegt, seldi eitthvað hérna mann samt bara einu sem það sem fannst merkilegt var að það seldi kaffi sem vildi kópi eitthvað sem kostaði bara meira 2000 kall, einn bolli. En þannig að nú ætlið þið að finna adressuna eða hérna nafnið á kaffihúsinu sig þar sem að kaffi kópi eitthvað selt sem kostaði meira en 2000. Þeir eru búin rétt upp hönd, ég vil fá smá add í þetta. Nó,
Búinn. Ok. Einn búinn. 2, 3. Þau eru rétt upp ákveðið pant. Klóra sér í haustum. Já, 4. 4. 5. Hvaða upplýsingar ætlum að birta? Byrja coffee. Hvaða skilyrði erum við með? Price, stærri en 2000. Jú, og name like. Copy, eitthvað. Okay. Þessar upplýsingar höfum við allar í Cells, er það ekki? Nei, við ætlum að finna kaffihús. Það sem að kaffið heitir þetta. Svona. Sáttu þetta? Ok, því á kaffihafar. Þannig að þarna er komið semst inn aðeins flóknari skilyrði, samsett skilyrði, en við erum ennþá bara að vinna með eina töflu. Ok, hins vegar er það þannig, þegar þið eru að hanna gagnagrunna, þá eru þið yfirleitt að reyna að passa að upplýsingar sem tilheyra einhverju ákveðnu séu í einni töflu og upplýsingar til einhverju öðru séu í annarri töflu. Eins og þeir eru með nemendur í einni töflu, námskeið í annarri töflu og svo er tengingarnar á milli í þriðju töflu. Þannig að þið eru alltaf að rífa í sundur upplýsingarnar. Og við lærum betur það seinna hvernig maður er ákveðin svona fræði á bakvið það hvernig maður gerir það, en yfirleitt dugir svona innsæið okkur býsna vel. En það þýðir að oftast þegar við erum að sækja einhver gögn, að þá þurfum við að sækja þau nokkrar töflur. Og svo aðgerð sem að sækja nokkrar töflur er kallað join. Og það eru til ýmsir variantar af þessu, svona grunnvarianturinn kallað inner join eða theta join, og við ætlum að tala það. Svo eru sem sagt self join kallað þegar þú tengir töfluð sjálfa sig, og svo aðeins að tala natural join og cross join, og seinna þá er sem variantur sem kallað outer join sem við tölum um. Við ætlum að skoða þetta aðeins núna. Þannig að þegar að gögnin sem þurfum eru í fleiri en einni töflu. Og af því að hvernig við hönnum gagnagrunna, þá er þetta svo aðgerð, það er rosalega fáar fyrirspurnir yfirleitt sem er ekki með join. Nú, það er til tvenns konar syntax á því, annars vegar svona það sem við getum kallað svona old style syntax sem svona gamli kallar eins og ég nota, og svo er til ANSI syntax. Við ætlum að byrja á bara að nota einfalda syntaxin. Já. Er þetta góð stað til að taka pásuna? Mér langar að komast örlítið lengra. Örlítið lengra. Svo tökum við pásuna. Förum í gegnum, aðeins í gegnum hvernig við hugsum þetta og svo byrjum við að æfa okkur eftir hlið. Svona þessi old style er raunverulega bara að telja upp í framlistanum tafla 1, tafla 2, svo framvegis, og setja svo skilyrði sem að tengja töfluna saman í where-klausuna. Nú, hérna er dæmi að við ætlum að velja kaffi upp úr likes töflunni og við ætlum að finna semst alla kaffitegundir sem að einhver einstaklingur sem er oft á Joe's kaffihúsinu líkar. Og þá getum við sagt að sem sagt kaffihúsið, það er í frequency, kaffið og það er í likes. Það sem er sameiginlegt með þessum töflum er sem sagt drinkarinn hérna. Og þetta kallum við join skilyrði.
Það að segja þetta sem tengir töflum tvær saman og passar að það kom ekki bara allar samsetningar. Skilur, allir einstaklingar, öll kaffihús. Og við notum þetta join-skilyrði til þess. Og skilyrði til þess að takmarka hvað er kaffihús, select skipunina áfram til þess að hvað ætlum að birta, en það það nýtt sem join-skilyrði til að tengja töfluna saman. Nú hvernig hugsaum við þetta, ein mínúta, í sjálf sér ekkert ósvipað og ein tafla, það að segja að þarna erum bara í staðinn fyrir með eina forlíkju þar sem við erum að rúlla gegnum töfluna, þá erum bara með hreiðraðar forlíkjur. Fyrst hugsa þetta eins og það fari fyrst í gegnum eina töflu og fyrir hverja færslu í þeirri töflu og þá farið gegnum allar færslunar í innri töflu. Það hægt að útfæra þetta mismunandi hátt en í grunninn að þá þetta bara svona, við erum með tvær töflur, það einhver töflu, þannig að table variable sem við erum að lúppa hérna og fyrir hvern instans að þá förum við og lúppum í gegnum allt hérna. Tvöföld forlíkja, ekkert annað. Og í hverju innst í þeirri forlíkju að tekka á, þetta hérna, sem sagt Sally, Sam og Sally og ef það að þá birtum við út kaffið. Nú skulum við taka pásu og byrja aftur eftir 5 mínútur. 10 mínútur listar á þessum töflunni? Ok, þá tökum við 10 mínútur. Já. Já, hinráttin, já, hann kemur eftir. Já. Hörru, 10 mínútur. En hérna vil ég eiginlega að heyra í sem að gagnavísla gagnfræði það svolítið óverlegt það verður afhverjað til að vera afhverjað verið að sætt fyrir þetta Nei, ok. Já, það auðvitað sem að skara og bara til að þegar við séum ekki búin að sitja heilt mannskið og svo koma að segja Nei, ok. Já, kemur hjá. Já. Ég var að spyrja á Piazza í gerð. Ég semst í þessu. Gafst upp á að reyna að setja upp hana nokkrar og ég búin að vera að segja þetta sem sé svartfæl. Og við setjum það yfir í textaskjall og skilja í þannig. En ég að pæla, þú veist. Ekki bara læra hitt? Jú, hvernig get ég fengið upp eitthvað sjálf í skjall til að skilja? Nei, þú gerir það ekki í skjall. Þú bara vekur upp komastrátti í þetta. Ég get bara gert það Windows og bara sama. Já, ok. Sýna það hverja. Þannig að hérna blendir í minni andra verkið. Vektur komastráttið, bara CMD. Og ef við keyrum bara upp á P-square, þá gefur hún þið vitið þegar það ekki reglur. Þú verður að finna ræðanlega slóðin á það. Og það í kælbrásið. Bara skoðar hérna distingi og brosta hérna herradistingi og það í programfæl. Já, í hérna programfæls. Finn. Það undir allt að vera P-square. Þannig ef þú núna ætla hérna Nei,
Koppið þetta. Já, koppið þetta. Þetta er gæsilegt að gera það. Já, það eiginlega betur að vera hjá gögnunum sínum. Það er eiginlega betur að vera hjá gögnunum sínum, sko. Hvað sem þau eru? Já, það ekki að gera setið þá þegar maður er band. Nei, þú getur ekki að setja í slass. Eða setja í alma. Eða baksus. Nei, ég segir... Nei, ok. Ég geta bara að þessu. Já. Sorry. Hvað segir þú? Og núna gerir gæsilættir, bara vennilega gæsilættir og heistar. Og síðan ég myndir slass og baktur skinn PSQF og nokkuð gæsilættir. Þá eftir að gera þetta, þá er hún núna að tengjast gagnagrunna. Þá ertu komið með þetta, síðan. Svo getur þú farið og fundið þarna mannstu skipurinn glerunum með parametrum eins og mínus, og allt þetta. En það sem komið núna er með slóðina til þess að gera þetta. Og gerir bara svona skipuna? Já. Og svo bara setur þú bætið parametrum og til að skrána og allt svona. Þetta er þess skipum sem þetta gerir til þess að gera úttækið. Askur feil. Já, sko. Er þetta... Þú þarf að segja það að koma til tölvunni? Já, þessi vandur núna, hún er að reyna að logga þið inn sem Arna. Það er bara, þú veist, það er ekki notandi á grunnsveit Arna. Það var einn parametr sem var mínus stóttu og svo notendanamið. Sem er þá Postgres í þessu tilfelli. Þannig að þú myndir gera Ctrl-C bara. Og gerir, kallar fram skipum nafnum og del og mínus stóttu og svo del og postgres. Gres. Þá sem sagt biður hún lykilorðið þá getur við slegið postgres-skipum. Já. Og af því að þú gafst enga aðra parametra þá ferðu bara inn í svona postgres-skip. En síðan ef þú myndir segja mínus F einhverja skrá, þá gerir hún þá skrá. Já, en núna er ég tengdur og getur alveg... Já, þú getur líka. Já. En skipum sem ég gaf í glærunum, það er þetta, mínusu og svo mínus F til þess að lesa skrá. Þannig ég geti mínus D til að fara inn í ákveðna daginn. Þetta er allt í eina. Já, það keyrir það bara mig. Og svo getur þú líka alveg títt. Þannig að það sem þið vantaði þessi talendus, vantaði þessi slóð, sjá hvernig það náðu kyrkju. Þú ert komið það, þá virkar hitt fínt. Snillt, takk fyrir þetta. Ekki málið. Þriðja röð. Þess að rás. Nú? Já, sem þetta ekki rámið eins. Já, ok. Búin að senda þetta á hús? Nei, ég bara var. Já, hvað það? Já, bara verðum að færa sig að verða hættir á fjúsnum. Það er ekki saman.
Hvað var þetta hann? Hann kann það. Við takk fyrir þetta. Við takk fyrir þetta. Við tökum alltaf að það er komið að öðruvísi mynd. Af því að í Windows þá skrifar það nýja línu, séð að það er new feed. En í Windows það gerir ekki new feed. Windows bætla þess að skrifa Jæja. Við vorum byrjað að tala join skipanir sem eru bara eins og nestaðar forlykkjur, við getum hugsað það þannig. Og það má við sjá. Svona. Þegar að fyrirspurnir verða svolítið flóknari, þá er voðalega þægilegt að nota svona aliasa, endurskýra þær. Og það er ágætt eitthvað sem er mjög góð kóðaregla, að það er að venja sig á að skýra alltaf töflurnar aftur, en svo hérna segir maður likes er L, frequency er F, og nota síðan alltaf forskeyti hérna F punktur, L punktur, F punktur, vita hvaðan kemur. Það er svona ágætt hérna regla. Það er hægt að nota þetta í einföldari fyrirspurnum, en það er mjög gott að gera það. Ok, fyrirspurn. Þið ætla að finna fyrir hvern einstakling sem stundar eitthvað kaffihús, ætla að sýna einstaklingin og adressun í kaffihúsinu. Nafnið á einstaklingnum, adressun í kaffihúsinu. Og við segjum að við ætlum að nota þessa töflu hérna. Þar höfum við drinker sem að nafnið á einstaklingnum, en við viljum fá adressun á kaffihúsinu og hún er hérna í annarri töflu. Þannig að við þurfum að joina þetta saman. Já, nú skulum við byrja á að skrifa þetta niður, þið bara veikið upp hérna og prófið að setja saman og reyna að finna út úr syntaxnum. Og þið munið að það þurfum við einhvers konar join skilyrði. Af því að þið eru með töfluna og af því að þið eru með hérna kerfið, þá getur við að prófa bara ykkur áfram og sjá að reyna að finna út hvað þið gera. Eins og þið verið sagt í gamla daga, æsast nú leikar. En grunnformið á fyrirspurninni er ennþá það sama, það er select from where. Er ykkur komið þetta? Er streamið í ruglunu? Herðu? Ok. Keep. Við skulum finna út úr því. Segir sem live. Hvað segirðu? Já, sko, það er ekki myndavél gangi, sko. Ég verð ekkert gera með að sjá mig. Það er ekki myndavél á tölunni. Hérna.
Nei, sko, þetta er raunverulega kamera, sko, sem að er hérna. Getur maður hort sjálf sér live? Já, heyrðu, prófum bara að hætta að sjálf sér live. Deila. Og prófum að deila skjánum aftur. Já, heyrðu, prófum bara að hætta að sjálf sér live. Deila. Þetta er ekki gott. Og prófum að deila skjánum aftur. Já, heyrðu, prófum bara að hætta að sjálf sér live. Deila. Þetta er ekki gott. Og prófum að deila skjánum aftur. Já, heyrðu, prófum bara að hætta. Þetta var ekki gott. En er þetta ekki komið í lag núna? Er einhver sem með... Hvað segirðu? Segir sér komið? Ok, heyrðu, frábært að hafa málpípu í stofunni. Mjög gott. Þannig að bara eitthvað... Það er einhver bara smá böggur í gangi eitthvað. Ok. Er einhver komið með þetta? Var einhver sem notaði þessi hliði til að klára? Hvað ætlum að birta? Byrjum að selja klausinu. Hvað ætlum að birta? Við ætlum að birta nafn og adress, eða drinker og adress. Og drinker finnum við í töflunni frequency og adress finnum við í töflunni drinker, eða ekki? Address of the coffee house, afsakið. Þá bara er það svona. Og það er coffee house, þannig að við skulum kalla það H fyrir coffee house. Það því að síðan er upptekið fyrir coffees. Ok. Við erum svona fljót að sjá að okkur vantar hérna töfluna frequency og coffee houses. Hvaða skilyrði ætti að vera í where? Frequency.coffeehouse er sama sem coffeehouses.name. Þau eru eina skilyrðið og þetta er bara til að passa að við hérna tengjum saman rétt kaffihús. Og við skulum við fara hérna í sýndavélina. Við skoðum fyrst hvað er í frequency. Þá eru það 2 færslur og ætli sé ekki sama í coffee houses. Já. Ef við myndum nú segja select, það var f.drinkerverki og h.name, address. Where from, til að segja, frequency f coffee houses h. Og ætlum bara að stoppa hérna. Sjáum hvað gerist. Sjáum hvað gerist þá. Það koma raunverulega allar færslunar í drinkers, sinnum allar færslunar í coffee houses. Og það er eiginlega skýrara ef við birtum bara allan listan. Að hérna er Yngvi sem að stunda te og kaffi og hann er tengdur við te og kaffi og hann er tengdur við mokka. Þarna er verið að tengja saman 2 kaffihús sem er ekkert sama kaffihúsið. Þess vegna þurftum við á þessu hérna skilyrði að halda sem að f.coffeehouse er sama sem h.name. Þetta er join skilyrði.
þá sjáum við að þá bara verið að tengja saman þessi hérna semst rétt kaffihús og síðan vantar okkur þá f.drinker og h.name address til þess að fá bara það dálka sem við viljum sjá. Með á þessu, það er ofboðslega mikilvægt að muna eftir join-skilyrðum. Ef við erum með töflu sem er með 100.000 færslur og töflu sem er með 1 milljarð færslum og þið gleymið join-skilyrðum, hvað fáið margar færslur í úttækinu? Of margar. Mjög gott svar. 100.000 milljarða af færslu. Já. Hver er munurinn á þessari skipun og að nota join skipunina? Þú ert að koma sem stað þessum ANSI syntax sem að það sem að þetta myndi líta svona út select drinker how address from frequent join svona og svo myndir þú segja on f.coffee og sem h.name. Þú spyrir þetta ekki. Syntaxin er munun. Það er að segja að þetta er sem sagt lítur öðru út en þetta gerir raunverulega nákvæmlega sama. Er hægt að joina margar töflur? Já. Endalaust, já. Þú bara gerir síðan join næstu og svo join næstu og svo join næstu og gefur alltaf skilyrði. Og það var dæmatímakennarinn, ég er sennilega allar með kvarta yfir hérna. Kvart yfir einhverju, það er best ég heyri hann aftur. Jú. Þessar. Já. Já. Ég er læg núna. Ég held að vera kvart yfir tífinn. Já, ég er ekki aftur eftir. Já. Það var annað. Afsækki töfuna? Nei. Það var hérna dæmatímakennarinn á Akureyri. Heyri, spurningar rétt áður getum við joinað saman eins margar töflur og viljum með hvorri aðferð sem er. Það er raunverulega bara, það er engin munur. Með þessar aðferðar þá bara teljum við fleiri töflur og hérna, hvað viljið, ef við til dæmis, ef við ætlum að finna adressun á drinkernum, frekar en adressun á kaffihúsinu, þá getum við sagt drinker D og við getum sagt d.address og þá bara þurfum að bæta við join skilyrði sem að væri and f.drinker sama sem d.name. Það var að prófa þetta, sjá hvort að ég sé drinker. Og svo framvegis. Í assignmenta þá er eitt sem sagt, er beðið að búa til join skipun sem nota bara allar töflunar. Það eru 5 töflur í þeim gagnagrunni. Ef við ætlum að gera þetta hér, þá er svona almennt að þá hérna myndum við gera eitthvað eins og þetta og svo segjum við bara join drinkers d on f.drinker sama sem d.name og breytum þessu í d.address og gefur það sama. Þannig að maður getur bara haldið áfram að telja og meira að segja sko join skilyrði þarf ekki að vera í síðust töfluna, það getur verið einhverja aðra töflur. Það er alveg bara að maður bætir þessu. Það er svona smekksatriði hvort syntaxin þið veljið, ég myndum bara mæla með þessum, ég sýnist þetta vera almennt notað. Eins og sagði, ég er
svona gamall hundur, það var ekki búið að finna upp hennar join syntax þegar ég byrjaði. Þannig ég get svona, ef þið notið þennan syntax, að þá mæli ég með að vera með join skilirinn alltaf fyrst og svo öll önnur where skilirði á eftir. Þess að klára join skilirinn öll. Já, hann nú búinn að lesa, þetta er spurning sem við vorum með áðan, fyrir hvern einstakling sem að stundar eitthvað kaffihús, sýnið adressuna á einstaklingnum og adressu kaffihúsinu. Prófið því að breyta ykkar fyrirspurn fyrir þetta. Það er eiginlega saman fyrirspurn áðan nema nú viljum við adressuna á einstaklingnum og við viljum adressuna á kaffihúsinu. Þannig að þetta og þetta sem við ætlum að birta. Og þið eru auðvitað snjöll og þið byrjið að taka fyrirspurnin sem var áðan og copy-paste hana. Hvað segirðu? Já, alltaf. Ég set svo skriftuna á vefina eftir þannig að þið þurfum hérna ekki ágjörði því, getið þið lausnina. Hvað þau eru margar töflur í þetta? Þau eru ekki 3. Þau eru coffee houses fyrir adressuna þar, þau eru drinkers fyrir adressuna þar og svo er það frequency sem að tengir saman drinkerinn og kaffihúsið. Og við erum með 3 töflur, hvað er það mörg join skilyrði? Það er 2 join skilyrði, já. Akkurat. Og við vorum að búna þess áðan, en að segja þetta er þessi 2 aðferðir til að birta þetta. Já. Já. Já, Gylfi er að benda á að það er sem er alveg hárrétt. Þarna væri voðalega sniðugt að nota as til að segja til dæmis þetta er drinker, address og þetta er coffee house, address. Þetta er alveg dæmi það þegar þið erum með 2 dálka sem heita það sama. Þá er mjög gott að greina þau sundur. Hárrétt. Eitt af því sem var beðið í assignment er það sem kallað self-join. Hvað segir orðið self-join? Við ætlum að taka einhverja töflu og tengja hana við sjálfa sig. Í þessu tilfelli að þá er það svona mátulega gáfuleg hérna fyrirspurn, en við ætlum að finna allar kaffitegundir sem eru framleiddar af sama framleiðanda. Við ætlum að para það saman. Já, hérna. Kallum þess að hérna töflur, kaffi 1 og kaffi 2. Ég man nú ekki reyndar, ég ætla að skoða hvað er í kaffi. Er ekki þess að sé neitt skemmtileg gögn í þetta. Svona. Ok. Insert, sem er búið til ný gögn hérna. Insert into
coffees, values, hérna, red mist, það er mjög, sama kemur frá Marley Coffee. Nú ætla ég sem sagt að birta nöfnin á þessum kaffitegundum saman. Ef við gerum ekki neitt hérna, hvað gerist þá? Þá fáum við villu. Coffees. Þannig gerum við bara allir við alla, ekki að sagt. Það eru 3 kaffitegundir, þá fáum við 9 svarinu. Við getum gert betur en það. Við ætlum að krefjast þess að framleiðandi sé svo sami, er ekki? Það var það sem við vorum að leita eftir. Við ætlum að fá með sama framleiðanda. Og C1 punktur, hvað var það? Manufacturer. Það er saman sem C2 punktur manufacturer. Hvað heldur að koma út þessu? Að prófa. Við fáum hérna bæta við manufacturer til að debugga. Við fáum Blue Mountain og Red Mist sem er framleitt af Marley Coffee. Gott, ekki satt? Framleitt sama. Svo fáum við Blue Mountain sem framleitt af Marley Coffee. Það er kannski ekki akkur, við vildum ekki fá það, er það? Já. Ok. Við viljum ekki, byrja á þessu, við viljum ekki að fá kaffi þegar það heitir það sama. Losum okkur við það. Það skánaði. En þannig vorum við ennþá að fá pörin bæðir ekki. Og þá var sem trikkið vel að segja, ef við segjum veljum röðanöfnin, að þá fáum við bara 1 par. Fyrst vantaði okkur join skilyrði, svo settum við join skilyrði, en þá vantaði okkur skilyrði að væri sami framleiðandi. Nei, fyrir ekki þá join skilyrði, en þá vantaði okkur skilyrði að það mætti ekki vera sama kaffið. Og núna síðasta að þá sem tryggðum okkur að væri föst röð. Þetta er svona einn variantur af self-join, en það er líka muni eftir þegar við vorum að skoða töflu þjóðskrá, þar sem við vorum með parent ID og mother ID. Ef þú til þess að finna nafn á einstaklingi og nafn á móður, þá myndir þú þurfa að joina þá þjóðskrá við sjálfa sig. Þannig að það er svona annað dæmi um self-join. Hafið ekki forritað til dæmis hérna í einhverstæðri forritun þar sem við erum að láta 2 pointer að fara til sama listan? Hvað lent því? Nei, ok. Sjáðu ekki fyrir ykkur? Samt. Það er bara 2 mismunandi pointer, það er bara að benda mismunandi staði í listanum. Þetta er núna nákvæmlega saman, ekkert annað. Og þetta er bara þannig ef maður ætlar að bera saman, að því að í SQL þá getur maður ekki borið saman á milli lína. Því að maður er alltaf, pointerinn manns hann horfir bara á eina línu í einu. Og ef maður ætlar að bera saman á milli lína, þá verður maður að vera með 2 pointera á þvælingi. En þegar við tala um self-join, þá vitið þið hvað það er. Ok, alla kaffitegundir sem eru dýrari en eitthvað annað kaffi sem er selt á sama kaffihúsi. Þarna þurfum við að nota sels og þurfum að nota 2 svar af því að við erum að leita að því að kaffi er selt á sama kaffihúsi. Það er dýrara og þetta er svolítið flókið eða ekki? Þú verður að fara að hugsa.
Að prófa að lista saman. Okay. Ef við byrja á þessari fyrirspurn, sjá hvað kemur út úr þessu. Hvaða færslur af þessum myndum vilja sjá? Við viljum fá alla kaffitegundir sem eru dýrari en eitthvað annað kaffi sem selt á sama kaffihúsi. Þá þurfum við fyrsta lagi að tryggja okkur það að kaffihúsi sé það sama, ekki satt? Já. Þegar ég gerir þetta, já, ég er að lúppa gegnum hann tvisvar. Og þannig fyrir hverja færslu í vinstra eintakinu, þá er ég að lúppa gegnum alla töfluna hægra megin. Já, það er akkurat það. Ef við segjum, við ætlum bara að segja að við ætlum að takmarka okkur við kaffi sem er selt á sama kaffihúsi. Þá bætum við þessu skilyrði, þetta er join skilyrðina. Og við prófum að keyra það. Við losum okkur við slatta að þessu. Það er að segja Blue Mountain selta mokka, en svo erum við með hérna raunverulega alla instansuna. Og það sem við vorum beðin var að finna kaffi sem er dýrar en eitthvað kaffi sem er selt á sama stað. Við erum núna að finna kaffi sem er selt á sama stað, en við ætlum að finna kaffi sem er dýrar en eitthvað annað kaffi. Blue Mountain kostar 1000, Kopi Luwak 2500. Þetta er ekki dýrara, þessi færsla ætti ekki að koma. Blue Mountain 1000, það er ekki dýrara en 1000. Kopi Luwak 2500, ekki dýrara en 2500. Kopi Luwak 2500, það er dýrara en Blue Mountain 1000. Þannig að þessi færsla ætti að koma. Þetta kaffi er dýrara en eitthvað annað kaffi. Erum við á því? Hvernig gerum við það? Einhver tilgátur? Tillögur? Ekki bara segja að verðið hérna sé stærri en verðið í hinn töflunni. Að prófa það. Yey. Tökum við sigurdansinn. Og svo myndum við ákvæða hvaða dálka við viljum sýna. Þetta er aftur, þetta er dæmi þetta self-join, að við þurfum að bera saman tvær færslur úr töflunni og hver pointer, hann bendir alltaf bara eina færslu. Þess vegna þurfum við að telja töfluna tvisvar. Við erum að tengja hann við sjálfan sig. Þessu skulum við fikta í á morgun. Þetta er self-join. Já, ok. Svo getið þið náttúrulega búið til hérna. Já, skulum gera annað. Bæta við einni færslu. Svona. Nei, ekki þessi. Nú bætti ég því við að þetta dýra kaffi, Kopi Luwak, er líka selt á mokka og kostar 2000. Þannig að nú er það selt á te og kaffi, dýrara heldur en Blue Mountain, og það er selt á mokka, dýrara en Blue Mountain. Hvað gerist hérna? Og ég ætla að birta bara nafnið á kaffinu. Hvað haldið að gerist hér? Fáum við eina færslu að tvær? Það er villu. Svona. Þetta kaffi kemur tvisvar. Af hverju kemur það tvisvar? Já, því að dýrana eitthvað annað kaffi á tveimur kaffistofum.
Ef við ætlum bara að fá að vita eitthvað kaffi sem dýrara en eitthvað annað kaffi á einhverjum einum stað, myndum við vilja sjá þetta tvisvar? Sennilega ekki. Þannig að þarna myndum við nota distinct. Ef við vildum vita á hvaða kaffistofum það gert, þá þyrftum við ekki endilega nota distinct. Þannig að þetta fer eftir hvað leita. Þannig að þetta var hérna það. Annað dæmi þar sem distinct væri gagnlegt, ef þið ætla að fá alla verðmiða sem eru til upp úr sels, að þá myndi maður sennilega vilja nota distinct til þess að fá bara einkvæma hérna á ekki all pör. Ok, þetta sem sagt, ég ætla að sýna ykkur hérna, þetta sem sagt þessi hérna ANSI syntax sem við vorum að skoða, hann nú búin að skoða það. Svo eru til tveir variantar, annar það sem kallar natural join, og við vorum búin að nefna þetta aðeins. Það sem sagt, ef þessi tvær töflur hafa dálk sem heitir það sama, að þá er skilyrði á það. Þannig ef R til dæmis A, B, C og S með dálkana A, B, D, að þá þetta natural join þýðir að það væri R.A sama sem S.A and R.B sama sem S.B. Þannig að þetta bara svona shorthand fyrir þetta. Ég mæli ekki sérstaklega með þessu vegna þess að þetta svona félur skilyrði. Ef til dæmis, ef síðan einhver myndi ákveða að gera alter table skipun og bæta hérna við dálki sem heitir E og svo gera einhver annar alter table skipun og bæta einhverjum allt öðru dálk sem heitir E hérna, þá allt í einu hættir þessi skipun að virka rétt. Skilji. Þannig að ég er ekki rosa hrifinn af þessu syntax. Hitt, munið þegar við slepptum skilyrðinu og töflunar eiginlega bara svona margfölduð saman. Það sem til sérstök aðgerð sem heitir cross-join, sem gera þetta bara eins og crossfeldi í hérna mengjarengi. Þetta er bara tvöföld lúpa sem birtir bara allt. Stærðin á vinstri töflunni sem stærðin á hægri töflunni. Þannig að þeir eru beðið cross-join. Venjulega forðast maður cross-join, ekki satt? Það getur orðið svolítið stóra töflur en það kemur fyrir að einstaklega maður er að leita eftir því. Hörru, við erum svona aðeins orðin komin í tímarækt, þannig að ég ætla bara að sleppa þessu, kíkja á þetta seinna. Ég held að við varum búin að tala um sort. Ég ætla aðeins að reyna að tala um aggregation áður við förum. Þannig að því að það er minnst á það í verkefnu. Og aggregation er sem sagt leið til þess að safna saman gögnum. Og það er aðgerð sem hafið, sum til þess að leggja saman, average til að finna meðaltal, count til að telja, mean, max, er sem sagt er eitthvað sem maður getur sett í fyrirspurna. Maður getur til dæmis sagt select average price from cells where coffee saman sem eitthvað. Þetta þýðir að það funnar allar færslur fyrir kaffið Maracaibo og það reiknar meðalverðið á því. Einfalt og logískt. Þið getið talið, sem sagt, þið getið talið þarna með þessa fyrirspurn, hvað eru margir mismunandi verðmiðar á kaffinu Maracaibo. Þannig að setjum við distinct inn í count. Ef að þetta kaffi selt einhvers staðar á 1000 kall og einhvers staðar á 1000 kall, að þá telur það bara sem einn instans. Með því, hvað heldur myndi gerast? Ég myndi segja select distinct count price og svo hitt eins. Hvað myndi ég telja? Fyrsta lagi þá myndi ég ekki telja, þá myndi ég telja alla verðmiðana alveg saman þó séu saman. Ef það er einn stað 1000 kall, annar stað 1000 kall, þá eru það tveir mismundi. Þess að þá er það teldið að tvisvar. Þetta distinct hérna, hins vegar myndi eiginlega falla dautt hjá garði eins og það sagt í gamla daga. Vegna þess að tellarinn hérna, hann myndi bara gefa ykkur 2.
Og ef það bara tafla með einu gildi, þá það gildi distinkt, ekki satt. Það ekki tvítekning. Þannig að þetta mætti alveg sleppa þessu. Af því að úr svona aggregate fyrirspurn, það fáður bara eina tölu. Nú, ef þið með null í einhverju dálkum, að þá leggjast þær ekki saman, skiljið. Ef þið með hafið einhverstað glemt að skrá verð, þá myndi það ekki hafa neina áhrif á meðaltalið. Það bara meðaltal á þeir verði sem gefið. Og nema undantekningin undantekning, það raunverulega sama. Hérna til dæmis munur að ef við segjum count stjarna, þá skiptir engu máli hvort verðið tekið fram eða ekki. Við teljum það með. Ef við hins vegar segjum count á verðið, þá verður að vera non-null. Þannig ef einhverstaðar væri ekki verð, þá yrði þetta ekki samansett, þá þetta mismunandi. Ok, sýnið verðið á dýrasta kaffinu, alveg saman hvað bara. Ég vil fá bara hæsta verðið sem í grunnum. Aggregation fyrirspurn sem þið nota samt max. Í hvaða töflu dálkurinn verð, eða price? Þannig sales. Þannig að við þurfum þá töflu. Við erum að leita max price og segjum bara select. Þetta myndi gefa ykkur hæsta verðið. Kemur út þessu eintala og svo getið þið sagt, ok, þetta sama að gera average eða getið þið sagt mean og svo framvegis. Count, ef við prófum þetta, hvað eru margir verðmiðar? Þetta að segja bara hvað eru margar færslur í sales. Ef við segjum hvað eru margir mismunandi verðmiðar í sales, þá fáum við 3. Sem að ég vona að passi. $1.000, 2.500, 1.000, 2.000, þannig að það 3 mismunandi verðmiðar. Ok, þetta frekar einfalt. Þetta verður eiginlega ekki mikið fjör fyrir við fórum að nota það sem kallað grúppa. Við ætlum til dæmis að finna hæsta verðið á hverju kaffihúsi. Þá getum við grúppað eftir kaffihúsinu og reiknað síðan max verð. Þá verður þetta að vera svolítið fjör. Ef við ætlum að finna meðalengu nemenda, þá notið þið nemandan í grúppa og reiknið meðaltal á einhverjuna. Select coffee, average price from sales, grúppa í coffee. Hvað reiknar þetta? Bara meðalverð á kaffi, akkurat. Og það hægt að gera þetta í svolítið flóknum. Maður getur haft where-skilyrði sem að velja ákveðið kaffihús og ákveðna kaffitegund og svo getur maður fundið út meðalverðið á þessum ákveðna kaffi á þeim kaffihúsum sem einhver ákveðin drykkjumaður stundar og svo framvegis. Nú, fyrir ykkur, sýnir mér verðið, meðalverð á öllu kaffi eftir kaffihúsum. Við ætlum að sýna nafnið á kaffihúsinu og við ætlum að sýna meðalverðið á kaffinu á því kaffihúsi. Gylfi hristi bara hausinn. Hann svo góður nemandi að ekkert að fylgjast með.
Hvað ætlum við að birta? Við ætlum að byrja nafnið á kaffihúsinu ekki? Það bara í cells. Coffee House. Og svo meðaltalið af s.price. Nokkuð sátti það. Og þetta kemur upp úr cells. Og síðan þurfum að bæta við group by klausunni hérna s.coffeehouse. Og það við komum að því hérna aðeins seinna, það undantekningar á þenni aðalatriðum, að þá þarf þessi hérna dálkalisti að passa saman. Er einhver búinn að prófa þetta? s.coffeehouse s.price from cells Er þetta réttar tölur? Munið það? Gerna með 2500 hitt með 1000 og 2000. Sjáu ekki fyrir ykkur að þið geti farið að gera eitthvað gagnlegt með þessu? Ok. Og ég ætla ekki að stoppa hérna. Við hérna kíkjum betur á þetta. Ég ætla að komast í gegnum síðasta hugtakið. Nei, það 2 hugtök fyrir ég. Ok, það 2. Annars vegar ætla ég að biðja ykkur það að sýna mér bara verðið á dýrasta kaffinu og nafnið á kaffihúsinu sem selur það. Prófið nú bara alveg opnið hérna póster svo reynið að ná þessu fram. Ég vil fá að vita dýrasta kaffið, hvað það kostar og nafnið á kaffihúsinu sem selur það. Við erum með verðið í cells er það ekki og við erum með kaffihúsið í cells. Þannig við þurfum svo sem ekki nema cells. Hvernig líst ykkur á að segja s.coffeehouse max s.price from cells s. Hvað segir þetta? Er þetta sæmilega samfærandi? Þurfum að gera group by, en já, sko group by, að þá ég að finna hæsta verðið á hverju kaffihúsi, en mér langar ekki vita það, mér langar að vita nákvæmlega kaffihúsið með hæsta verðið. Finnst ykkur þetta samfærandi? Er einhverja efasemdir? Ég ætla að prófa að keyra þetta. Kemur error. Af hverju kemur error? Einhver sem vill? Já, ég gæti gert því að hún segir, ok, þetta verður annað hvort við grúpaklausu eða í aggregation. Ok, við gætum sagt group by s.coffeehouse. Það raunverulega það sem að villan segir að við ættum að gera. En þá fáum við bara hæsta verðið á hverju kaffihúsi. En mér langar raunverulega bara að fá þessa færslu hérna. Já, við gætum reynt að maxa á því, en það sem við lendum í hérna, ef þið hugsaðu það, að þetta hérna er raunverulega dálkur, ekki satt. Og þetta bara ein tala. Og við getum ekki byrt saman heilan dálk og bara eina tölu. Og það kemur ljós að til þess að gera þetta, þá þurfum við að gera svolítið annað. Við þurfum að velja sem sagt s.coffeehouse og s.price from cells. Og svo þurfum við að segja where s.price er sama sem select max s2.price from cells
S2. Þetta sem dæmi það sem kallað nested query, sennilega sviga. Kemur ljós hvort ég kann SQL. Þetta sem dæmi það sem kallað nested query, sem við tölum ítarlega seinna, en eina leiðin til að ná þessu. Það að segja að þessi hérna fyrirspurn, hún finnur bara hæsta verðið. Bara fyrir alla töfluna, finnur bara einn fasta sem hæsta verðið, og í þessu tilfelli það 2500, og svo þessi fyrirspurn bara finna kaffihúsið, það sem að verðið 2500. Ef við myndum finna lægsta verðið, munið það eru 2 kaffihús sem að selja lægsta verði, og þá fáum við bara báðar færslunar. Og þetta svona mynstur sem að þarf að kunna. Það mjög algeng villaprófi að gera orginal fyrirspurnina, select, coffee house og average price eða maxa price. Það mjög algeng villa. Og því ætla ekki að gera það. Herri, við skulum segja þetta gott. Það eitt hugtak eftir sem við tökum það bara næst. Og svo, sem sagt, tölum við svolítið svona grillum okkur svolítið flóknari fyrirspurnir næst. Þannig að þið komið alveg tilbúin með tölvuna og í íþróttagallan bara fyrir næsta tíma.